Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Við ætlum að forvitnast aðeins verslun, DB, og þau eru komin til mín, Birgir og Dagný, velkomin. Takk fyrir. Akureyringar sem fluttu til Reyðarfjarðar og eru eiginlega kannski með annan fótinn aftur núna á Akureyri, eða hvað? Er þetta svona smá lýsing á okkur? Jú, það er eiginlega kannski pínu þannig. Já. Við fluttum austur að Reyðarfjörð fyrir næstu 10 árum síðan. Og fórum að vinna þar bæði í álverinu eftir uppbyggingu og hérna það var allt að gerast þar náttúrulega á þessum tíma. Já. Og svo er það í rauninni þróast það þannig að þetta er hana 2015 búin að vera þarna í alveg nokkur ár. Við vorum svona alltaf búin að, eða svona já, það var búið að vera svolítið að bakveira sérstaklega kannski á honum, svona... Þessi draumur? Já, svona pínu. Að hvað? Að fara að selja bretti? Já, nei, ekki endilega, svona... Stofna eigið? Já, stofna eigið, vera svona, reyna að gera okkur pínu sjálfstæðari. Já. Og hérna... Og þetta reyndi að gerðist bara svolítið hratt, svo þannig að seinni part ársins 2015 og við fengum hana stórt umboð í hendurna sem er Burton, sem er bara eiginlega elsti brettaframleiðandinn á... Já, við erum að tala um skíðabretti. Já, snjóbretti, einmitt fyrir þá sem eru alveg út að skíða. Snjóbretti, einmitt. Já, skíðabretti er alveg fínt. Já, ekki. Svona snjóbretti. Og já, þannig að við fáum þetta stóra flotta merki í hendurnar, gríðarlega vandað og flott. Þetta eru aðilar sem framleiða bretti í 40 ár, framlega. Og var svona stofnandi frumkvöðull í þessu, kom úr surfheiminum, eða brimbrettaheiminum í íslensku. Og kynnti kannski til sögunar þessi snjóbretti eða hvað? Já, á sínum tíma. Það er svona einn af þeim, svo fyrstu. Voru þið á fullu á snjóbrettum á þessum tíma? Og eruð kannski? Já, sem sagt, synir okkar voru á fullu og hérna ég var svona aðeins, sem sagt, svona með þeim og hérna svo að endanum tókst okkur að draga hana með eftir í raun og veru og þá vorum við svona í þessum startfasa með þetta fyrirtæki og svo hefur það náttúrulega bara vaxið en við hófum sem sagt á Reyðarfirði hófum við söguna með hérna vefverslun og höfum náttúrulega lagt mikla áherslu á hérna vefverslunina db.is og þegar við hérna sem sagt erum að selja út allt land og hérna sem sagt og það hefur raun og veru bara vaxið og vaxið. Ár frá ári bara 100% vöxtur bara. Og svo náttúrulega þar sem hérna Akureyri svona pínu mekka skíða og bretta íþróttana að þá hérna á Íslandi að þá ákveðum við og þar sem við erum líka hérna Akureyringar hérna fæddir og sem sagt þá ákveðum við að opna verslun hérna. Og ekki bara hérna á Akureyri heldur í þessu húsi sem við erum í, eða ekki? Jú, við endum þar. Voruð þið búin að skoða margt? Já, við vorum búin að vera aðeins inn á Glerártorgi, en svona það var ekki að henta húsnæði og líka bara sko okkur langaði að vera svolítið sjálfstæðari og þú veist, það kannski hentar okkur ekki alveg að hafa þennan vera föst í opnunartíma sem einhver annar á. Og hérna og við fundum þetta húsnæði bara frábært góð staðsetning og passar bara, já mjög góð staðsetning og passar bara vel fyrir okkur. Og eru þið bara nýbúin að opna þessa verslun? Það var bara 14. júní þessu ári. Já, er þetta ekki skrítið að opna svona brettaverslun á sumri? Nei, alls ekki. Það er náttúrulega, við erum náttúrulega líka með bara risastóra fattalínu. Eins og Burton þeir eru með hérna fatnað. Íþróttafatnað bara almennan þá? Já, sko útivistar, en samt sem að þú er bara við allar aðstæður í rauninni og alveg niður ungbarnastælur. Og við erum með, það eru ferðatöskur líka sem eru að framlega bakpokar. Og þeir eru með þetta allt í búðinni? Þetta er að koma að skoða. Svo er ekki líka jógafatnað? Við erum með jógafatnað, jú. Þeir eru bæði jógakennarar svona í kaupæti? Já, og er að kenna við. Ég meðal segja að við erum með sal
fyrir austan, það sem ég hef verið að kenna. En þið ekkert á leiðinni aftur til Akureyrar, þið ætlið bara að vera áfram á Reyðarfirði og svona fjarstýra þessu eða virkja sinina eða? Við búum á Reyðarfirði í dag. Við höfum bara sagt það og þú veist, framtíðin verður bara að leiða það sem kemur. Þetta svolítið svona... Það getur allt gerst, maður þarf ekki að lofa neinu. Nei. Þetta staðan í dag. Þetta bara daginn í dag. Hvernig fór þetta í gang frá því þið opnuðu í júní? Búið að villast að gera eða fyrir þetta hægt og rólega af stað? Við erum náttúrulega rosalega þekkt vetrarfyrirtæki og sumarið og hefur verið hægt hjá okkur og jújú, það hefur verið alveg ágætt. En svo náttúrulega lítum við mjög björtum augum til vetrar sem að byrja núna og skólinn að byrja og við erum náttúrulega með flotta vörur bara í þann pakka. En svo erum við á leiðinni að styrkja sumardæmi þannig að á næsta sumri munum við kynna til leiks fleiri merki sem munu styrkja okkar rekstur yfir sumartíma. Þó við séum kannski svona fólkið sem það eru ekki margir en við erum svona kannski fann að bíða svolítið eftir snjónum. Voru þið æðislega glöð þegar það snjóaði í fjallstoppunum daginn? Já, ég finnst það bara æðislegt. Það verður örugglega fínn snjór í vetur. En frábært að heyra af þessari nýju verslun DB sem bara Dagný og Birgir upphafsstafir ykkar nafna og vefverslunin þetta db.is að gera og þið sendið bretti hvert á land sem Já, og fritt. Og fritt, og svo ekkert mál að skila og skipta. Bara velkomin í húsið og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir að taka okkur.